Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum á þessu sinni hérna upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri, þessum fallega sal. En næst komið að því að við erum búin að fá hann Helga Björnsson í setti til okkar, en hann þessar myndir á ferðalagi landið í tilefni 30 ára söngafmæli síns. 30 ára söngafmæli, til að byrja með, hvernig getur þetta verið? Já, það sko 30 ár síðan fyrsta platan sem ég tók þátt í, sem var Get It Ekki Sens með grafík. Við lögum eins og 1000 sinnum og húsið að gráta. Og það svona, ég að miða við það sko, ég svona útgáfamæli, þeir kalla þetta recording anniversary upp á engilsaxneskuna, en ég fann að útgáfamæli ekki nóg skemmtilegt, þannig að ég notaði söngamæli. En hefur þú trúað því þá fyrir 30 árum að til dæmis þessi lög væru búin að lifa svona ofboðslega góðu lífi eins og þau hafa gert? Ég svo sem held ég hafi ekki leitt hugan að því beint sko, en það merkilega við til dæmis sko rigninguna, húsið að gráta, að það var orðið sko rauninni hitlag áður en það kom út á plötu, áður en það var spilað í útvarpi. Það var svolítið merkilegt. Við byrjuðum að spila það sko sumarið þarna 84 á Ísafirði og fyrir vestan þar sem grafík starfaði á þessum árum mest. Og það var orðið bara vinsælt bara leið, þetta var svona instant bara og fólk var að syngja út á götu eftir böll sko. Það hefði bara heyrt það á sviðinu frá okkur sko. Hugsaðu, en þetta líka lag sem maður bara í góðu skapi í rigningu, bara ósjálfrátt byrjar að blístra. Já, já. Þetta lag sem passar við allt, þetta ótrúlegt líf. En sko fólk fyrir sunnan, sem sagt í sumar, það var ekkert rosalega ánægt með þetta. Nei, guð, nú enn einu sinni kemur. Það var heila búið að fá nóg sko. Já, kemur veður. Ég var farin að fá svona skenn sko. Já, var það ekki nennir? Já, rigningin er rosalega góð. Finnst þér ennþá góð? Já, einmitt. Það var nú verið að rifja upp lagið þarna nýri Ölsingarferð í hvað? Já, það var svolítið skemmtilegt. Fyrir bylgjuna, já. Það er skemmtilegt. En þú við sem höfum kannski eitthvað fylgst með þér, að þú hefur náttúrulega tekið alls konar breytingum á þessum 30 árum og hvernig upplifir að þú hafi þróast í tónlistinni? Sko, það sem hefur verið mjög skemmtilegt og ég tók ákveðna stefnubreytingu þegar ég fór að syngja svona lög eftir aðra og svona eldri kannski svona cover lög eins og við segjum. Þá hugsaði ég mér mjög ákveðið að gefa söngvaranum meiri tækifæri og spreyta sig á lögum sem aðrir hafa sungið og vera ekki kannski alveg eins eðlilega mér að syngja. Þegar maður semur sjálfur þá kannski fer maður ekki lengst út fyrir þægindarammann sko. En þarna var maður að reyna á sig sem söngvari á allt annan hátt. Það hefur mér fundist mjög skemmtilegt og mér finnst ég hafa þróast mikið sem söngvari. En núna finnst mér komin tími á að gera aftur mína tónlist til dæmis, mína eigin tónlist og ég ætla að koma með frumsamda plötu á næsta ári. En þetta hefur allt sína skemmtilegu hliðar. Það er ekki líka gaman að vera í svona mikil nánd eins og þú ert núna í þessu tónleikaferðalagi við svona þína helstu aðdáendur í gegnum tíðina. Þú ert væntanlega að sjá ansi marga af þeim. Aftur? Halda hvað, 30 tónleika á? Já, á 5 vikum. Á 5 vikum? Já. Út allt land? Já. Jú, það er einmitt mjög skemmtilegt og gott að komast að því vegna þess að mér, þegar ég var ákveða hvað ég ætti nú að gera í tilefni þessa og útgáfufyrirtæki vildi gefa út einhverja svona ferilsplötu og þá fannst mér einmitt gaman að fara og hitta og bara hitta fólki sem hefur verið að njóta þessara tónlistar sem maður hefur verið að gera og haft gaman að því að hlusta á hana og koma og segja halló og hvað segir gott og bara hafa gaman saman. Og ekki, við fréttum að því allan að það hefði verið brjálæðislega góð stemming á Græna hattinum hérna á Akureyri í gærkvöldi og ekki almennt búið að vera þannig? Þetta búið að vera alveg ótrúlegt, bara hreint ótrúlegt. Maður tárast af gleði bara á hverju degi þetta svo gaman og það búið að vera svona rosalega jákvæð stemming og bara rosa góð aðsókn og þetta bara frábært. En þetta hlýtur að vera samt öðruvísi frá því að hafa þessi gamla sveitaballastemming sem var náttúrulega þegar það bara, ekki allir í stuði? Ekki allir sexy? Ekki allir sexy, fyrirgefðu, auðvitað. Ekki allir sexy, auðvitað. Og síðan það sem að gerast, þetta ekki eins að fara að túra landi núna eins og það? Nei, þetta allt annað. Við reyndar fórum, í síðanskinn sól það fórum við fyrir 25 árum, það sem við kallum kassatúr. Fórum með bara svona akústík, kassagítara
Og þá fórum við svona hringum landi, reyndar ekki alveg marga tónleika, en hérna, það var mjög gaman og það náttúrulega allt öðruvísi. Við spilum til dæmis á Grenivík fyrir 11. En það líka sko, það lægsta held ég sem ég hafi komist á þessum 30 ára ferli sko. Sem nú gott, íbúatalan var ábygglega bara 13. Prósentulega sér, með við höfðatölu. Það var fótboltaleikur sem að sko skar úr það hvort færðust upp deild eða eitthvað sko. Ó, magna spila. Það gerist nú líka bara í flestum bæjum sko. Ef það er annað gig íþrótta þá bara hæpið að mæta margir. En ekkert erfitt að þróa sig svona áfram í þessum bransa að fólk þegar fer í til dæmis tónlist eða leiklist eða eitthvað það marka sér ákveðin svona spor eða kassa sem það á heima í og 30 árum þá hlýtur maður að þurfa eitthvað neina? Jú, ég hugsa að það sé nú rétt sko. Ég tók mér til dæmis gott frí alveg frá í rauninni sko 99 til 2005 gaf ég ekki út plötu til dæmis og ég held að sé svona nauðsynlegt að hvíla líka sko, bæði sjálfan sig og fólkið á manni sko. Af því að við erum náttúrulega í þessu fámenni þá svona verður maður að passa sig á því að hafa svona framboðið í réttum skömmtum. Og núna til dæmis finnst mér ég vera komin eiginlega sko alveg í topp sko á framboðinu á mér sko. Þannig að það er mjög gott að draga kannski aðeins úr því. Hvað áttu marga tónleika eftir til dæmis núna? Núna, sko, við kláruðum 9. tónleikana í gær. Þannig að sko, það verður 10. í kvöld á Siglufirði. En hvað með leiklistina? Já, svo hef ég náttúrulega alltaf verið að gera svona verkefni í bíómyndir og svona sjónvarp og slíkt öðru hvoru. Ég hef nú ekki mikið verið á sviði, það hefur ekki gefist svona almennilega tími í það. Vegna svona, ég er búinn að vera að flakka mikið út í Þýskalandi og svona. En það væri gaman að kannski að spreyta sig aftur á sviðinu, það var nú gaman. Gaman hérna á Akureyri, ég var einmitt að rifja þetta þegar ég kom gangandi hérna Hafnarstræti sko. Við vorum að leika hérna Kysstu mig Kata sko, 91, þá bjuggum við hérna, ég og Vilborg og það er merkilegt að sko Hafnarstræti, græna húsið er að gráta, það stóð við Hafnarstræti 33 á Ísafirði. Og síðan flytur Vilborg hér og er að leika hérna með Leikfélag Akureyrar í Hafnarstræti 33. Tilviljun, ég held nú ekki. En ég hef nú heyrt að það sé nú bara eitt besta hlutverk. Hvað verður leikið nýlega í bíómynd? Hreinlega leiksigur þar að ferð? Já, ég hef nú fengið bara mjög fína dóma fyrir þetta hlutverk og það er náttúrulega frábær gjöf þegar maður fær sko af kljásti svona æðislega rullur sko. Frábær hlutverk og þetta er mjög skemmtilegu karakter og það er mjög svona gefandi vinna og gott fólk sem maður var að vinna með. Hafsteinn Gunnar og allir í kringum myndina, bara frábært og þá væntanlega verður útkoman góð sko. En svona loku, þetta er það sem er framöndan fyrir fólk sem vill fara og sjá hvar þú verður á næstunni, getur það skoða? Það er best að fara bara á Facebook síðuna, bara Helgi Björns. Já, og þar er bara túrinn allur Og hvenær fyrir við svo heimur að frumsanda efnið? Á næsta ári. Á næsta ári? Já, fyrsti svona tíserinn fyrir það efni var að koma í spilum bara núna í vikunni og það er lag sem heitir Ég fer á Landrover frá Mývatni á Kópasker. Ég heyrði það í gær. Skemmtilegt lag. Skemmtilegt, já. Þetta hljómar eins og eitthvað fyrir N4. Þetta var mjög íslenskt, þú náðir allavega mörgum stöðum inni þó það væri kannski ekki. Já. Þú væri mjög langt á milli þeirra. Já, þetta er svona einmitt, þetta er svona bara, þetta er svona ferðalag sko sem maður þarf að takast á í á Íslandi sem er kannski ekki alveg eins stundum eins svona exotískt eins og kannski svona við Miðjarðarhafi. Nei, ekki alveg, nema í huganum. Já, en skemmtilegt lag og gefur bara fína tón fyrir plötuna. Takk fyrir að koma til okkar og góða skemmtun á ferðalaginu og því sem framöndan er. Takk fyrir að taka á móti mér og bara keep on trucking. Já, sömuleiðis. Gerum það. Og við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik. Við eigum eftir að tala Bobbington Mode og við eigum eftir að tala nýtt app sem kennarar eru vist bara feikir þessi með að fara að nota. Sjáumst þau eftir augnablik.